Herðu, Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélagsins er hingað komin, vertu velkomin. Takk fyrir. Herðu, það er búið að vera að tala, Sonja tók það nú fram, að það svona sveltistefnan og niðurbrot stóru kerfan okkar hafi byrjað löngu fyrir hrun. Akkurat, ég held að þetta hefur nú reynda fengið byrjundi báða vangi í hruninu og síst batnað en alveg hárrétt að við erum að sjá merki allavegna fram til hvað síðustu aldamóta. Já. Og það var margt sem breytist til hins verra þegar að stóru sjúkrahúsin sameinuðust á höfuðborgarsvæðinu sem að, ég meina það voru rök svo sem með á móti því á þeim tíma en það fækkaði sjúkrarúmum strax töluvert við þessa sameiningu og eins verðist hún bara í raun hafa misheppnast, það er bara eitt stórt bákn þarna á höfuðborgarsvæðinu sem að okkar mati hefur held ég dálítið dregið úr hvað maður segir þeirri tilfinningu stofnunarinnar að hún þurfa að gera vel við sitt starfsfólk vegna þess að maður heyri svolítið, ég meina hvert annað ætlið eiginlega að fara, hvar annars það er ætlið að vinna, mörg okkar erum algjörlega háði að vinna á sjúkrahúsi þannig að þetta er okkar eini vinnuveitandi og ég held að það hafi í rauninni verið, hvað maður að segja, ákveðin mistök að vera, já, ég held hún hafa marganátt ekki heppnast eins og menn vonuðist til. Það hefur líklega verið væntingar það sem að stundu kallað samlegðaráhrif sem að einhver sagði við mig að það er aldrei að tala samlegðaráhrif, það er engin séðu sko. Nei, af því að þau ganga yfirleitt aldrei eftir sko. Nei, þetta er nefnilega við mistum þarna í rauninni ef við horfum á Landsspítalann eða Ríkisspítalann og Borgarspítalann annars vegar, það var bara virkur slagur þarna á milli hæft starfsfólk, þessi vinnustæðar voru að reyna að gera sem allra best, eins og ég segi, við sitt fólk til þess að verða ofan á í samkeppni að veita sem besta þjónustu og þessi hvati er alveg farin og ég vil alls ekki gera lítið úr þeim sem eru að vinna innan veggja Landsspítalans að reyna að gera þetta vel en þeir eru ekki í öfundsverðri stöðu. Það er ekki bara þessi skortur á samkeppni, það eru þetta eins og þið hefur nú þegar komið inn á sveltistefna gagnvart heilbrigðiskerfinu sem að ættu bara að vera öllum ljós og við ættum öll bara viðurkenna og horfast í augu við. Og það er mjög þreytandi að við komumst aldrei neitt lengri í umræðinu þetta heldur bara hvort þetta sé svona eða ekki. Þú segir við, þegar það verður gerað kannanir afstöðu almennings. Já. Almenningur horfist í augu við þetta? Algjörlega og við finnum ofboðslegan meðbyr með okkar málstað meðal almennings sem ég er gríðarlega þakklátt fyrir. En það eru ákveðna raddir í samfélaginu og í opinberu umræðu sem að yfirleitt slá á puttan á okkur og segja bara þetta er rangt. En það kom aldrei neina tölur og það kom aldrei neina staðreyndir. Heldur þetta er full fjármagnað, fólk kann ekki að lesa fjárlög, við erum að misskilja. Við greinlega, eins og ég segi, hef sagt áður að það er verið að gaslýsa okkur þegar að vera að láta okkur halda það sem við sem klikkuð að horfa þessum augum á stöðuna sem er náttúrulega alrangt og ég hef kallað eftir því lengi að menn bara viðurkenni sannleikann. Það er byrjunin, við komumst ekki langt ef að menn er alltaf bara að rífast eitthvað sem ætti að vera alveg borðleggjandi staðrend. Að kerfið er alvarlega fjársvelt og hefur verið mjög lengi. Og merkin bara hlaðast upp og þetta bara, það molnar stöðugt undan þessu ár frá ári og fólk gefst upp alveg eins og hann Eggert sem var hérna hjá þér fyrir nokkrum dögum. Sem einmitt fekk þessa setningu sem að þú vitna til frá fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni að maður kynni ekki að lesa fjárlög. Og ég kalla bara eftir vandaðri umræðu þetta heldur en að hún er bara umræðu á hærra plani. En þess að, ég meina, ég vil bara fá staðreyndur á móti staðreyndum. Ekki ykkur upprópanir eða bara fullyrðingar sem að styðjast ekki við neinn rök. Eggert tók það fram að hann var ekki svona mikill fjármálamaður og alltaf fyrirvara. Svo sagði hann hérna það má vera rétt hjá Bjarna að spítalinn sé full fjármagnaður en það er full fjármagnaður til þess að hafa hann alveg eins og hann er núna. Hann er ekki fjármagnaður til þess að geta orðið að góðum spítala, góðum vinnustað, öruggum spítala og hann sagði að heilbrigðisþjónusta er bara mjög dýr og heilbrigðisþjónusta sem að fólk er að kalla eftir er mjög dýr og hann svona með öllum þessu fyrirværum fjármála efni sína eða hagfræði þekkingu þá sagði hann að ég myndi ætla að það þyrfti að auka framlegin svona 40% og það er það sem við ættum að vera að tala um. Ekki hvort það setja að henda milljarði til hér eða þar. Og það er alltaf verið að tala um þess að svokölluðu sóun og að við verðum bara að taka til í okkar ranni og það sé stjórnunarvandi og svo framvegis en þetta eru líka bara upprópanir en þess að það hefur enginn geta sagt okkur hvað þessi sóun er. Við sjáum hann ekki sem erum þarna á gólfinu alla daga í þessum raunveruleika
Minna vissulega eins og þú segir, það kannski hægt að hliðra ykkur smá fjárhæðum hér og þar, en skorturinn svo miklu meiri heldur en að það dugi til og bara flott að gera að hreinsa til og fara í gegnum verkferla og sjá hvort maður geti ekki spara krónur, maður getur það alveg örugglega, en þetta risavaxið og þetta líka bara út af þessu svelti svona lengi. Þetta eins og bygging sem maður hefur ekki viðhaldið áratugum saman, það þetta gríðarlega dýrt að ætla allt í að fara að spýta í lóuna núna, sem augljóslega verðum að gera. Og líka eins og þú segir, nútíma heilbrigðisþjónusta gríðarlega dýr og við munum þurfa að taka mjög erfiðar ákvarðanir bara innan mjög fárra ára það hvað á að bjóðast fólki af því sem að verða til á teikniborðinni í meðferð við krabbameinum, aðgerðum og ýmsu sem mun kosta peninga. Ætlum við að bjóða íslenskri þjóð upp á það, þær framfærir eða ekki. Heilbrigðiskerfið okkar að hrörna og verða eftir þróun heilbrigðiskerfið öðrum löndum. Nákvæmlega. Mér finnst svo áhugavert líka þessu umræðum sóun. Þú veist, ef einhver myndi slá tölu á það hver kostnaðurinn vegna veikindafjarveru eða jafnvel vinnuslýsa vegna álagsins, að þá held ég að varum, sko, þú veist, búin að margfalda, þú voru ekki að segja hagnaði þessi samhengi að það þetta óþarfandi hugtak, en það þarf náttúrulega bara eitthvað svona stóra viðhorfsbreytingu bara varðandi almannaþjónustuna heilt yfir, en sérstaklega líka eins og í umræðum með heilbrigðisþjónustuna, þetta ekki, þú veist, markmið ekki að þetta verði arbært eða að þetta kosti sem minnst, þetta snýst að veita úrvalsþjónustu. Já, og ég held að við endum öll á því að græða á því sem þjóð, bæði þetta þeir sem vinna í þessu kerfi en líka við öll, vegna þess að vel virkt heilbrigðiskerfi sem veitir öllum bestu mögulegu þjónustu, óháð efnahag, ég meina það náttúrulega viðheldur velsæld okkar allra og af því að þú ert að tala kulnun, veikindafjarveru, það á við alla. Auðvitað fólki sem starfar í kerfinu en okkur öll líka. Þannig að ef að þetta kerfi á hnjánum og það ekki að sinna okkur eins og þarf, að þá finnum við öll fyrir því og við munum öll tapa á því. Og það reiknistæmi mun alltaf vera neikvætt með að við reiknistæmi ef við bara setjum það sem þarf í kerfið. Það mun alltaf koma út í plús, það engin spurning. Það mjög deilt sveltistefnuna gagnvart breska heilbrigðiskerfinu NHS í dag og maður sér á umræðinu þar að hún komin svolítið í það sem að þeir að segja, hvað kostar að hafa þetta svona? Og þar fólk bæði að nefna bara byrðarnar á samfélaginu sem með því að heilbrigðisþjónustan sinni arðbæru vinnslu, eða starfsemi sem að lækna fólk, bjarga fólk frá því að deyja og annað slíkt. Og svo menn bara að byrja að tala hvað kostar bara í mannslífum að hafa ástandið eins og það núna. Þannig að umræðan þar finnst mér vera komin töluvert lengra en hér. Það sem bara verið að tala það, hvað eru við að búa til, hver kostnaðurinn af því að hafa óbreytt kerfi. Einmitt. Og þau náttúrulega komin lengra en við held ég í þessari þróun ef við á nákvæmlega sömu leið og það mikil tengsla á milli lækna hérlendis og í Breitlandi margir sem að lærðu þar og fylgjast vel með og jafnvel með félagarn úti og segja við að stefna á nákvæmlega sömu slóðir og þau komin á ef við ætlum ekki að grípa inn í og svo þetta verið að brenna starfsfólki út alveg grimt. Ég held að Theodor Skúli sem formaður félags sjúkrahúslækna hafi nú komið hingað líka einhvern tímann. Við hittumst mikið og hann núna búin að vera að vinna 80 klukkutíma vinnuvikur undanfarið og búin að vinna í heilan mánuð í strekk og þá að tala alla daga, allar helgar, allar virka daga og svona ástandið á gjörgæsludeildunum. Við náttúrulega í álagi út af veirupestum og því líka slegið fram eins og það sé eðlilegt að menn séu þá undir svona álagi og spítalinn undir svona pressu. Það þurfti að opna í rauninni nýja bráðabirgða gjörgæsludeild mörg rúm daginn af því að við til að mynda bara með fæst rúm í Evrópu, gjörgæslurúm per haus bara út af því að við með dálítið mikið influensu og COVID akkurat núna. Heilbrigðiskerfi sem ekki sjúkt, það á að geta ráði við veirupestur, þetta bara eitt af okkar hlutverkum augljóslega. En við lærdómanum sem var í upphafi eða svona þegar kórónufaraldur var komin í gang í Evrópu var það að hugmyndunum það að reka sjúkrahús með 100% nýtingu á sjúkrarýmum svo vitlaus og ég man að ég man eftir ykkur 74% og svo 82% bara til þess að lýsa muninum sem á því að raunverulega ættu við að keyra spítalann á miklu minni nýtingu til þess að geta mætt til dæmis
árlegum veirusýkingum eins og við núna. Akkurat, vegna þess að heilbrigðisþjónusta eðli sínu óútreiknanleg, þannig að maður verður að hafa ykkur skekkjumörk. Og það talað eins og þú segir 85-90% rúmanýtingu, 90% algjörlega hámark sem svona meðaltal. En við erum í 100% og erum búin að vera mörg ár núna. Ég með tölur fram til, aftur til 2012 og þetta bara stöðugt. Það bara háskalegur rekstur. Já. Það líka svo, maður fær svona, þú veist bara, það svo mikið áhyggju efni þegar síðan starfsfólk hjá bráðamóttökunni stígur fram og segir já, svo var slys eins og heyrum umferðarslys eða eitthvað álíka og það var alltaf hægt að taka á móti fólki. Það eðli bráðamóttökunnar, að það sé svigrúm til þess að það fari ekki alltaf á hliðina. Þú veist, þetta svo sérkennileg nálgun, Og ég að heyra að það sé verið að gefa fólki gjörgæslulyf á ganginum á bráðamóttökunni, eitthvað sem þarf mjög stíft eftirlit þegar gefið, það þarf að vera helst starfsmaður yfir viðkomandi, það þarf að vera sérþekking til staðar, það er verið að færa svona starfsemi bara á ganginu á bráðamóttökunni. Við erum búin að vera með þessa, eins og hefur nú komið fram áður 40 einstaklinga innlagða á bráðamóttökuna, bara nánast að jafna því staðaldri. Komast ekki annað. Komast ekki annað og þessi tali er alltaf að stækka og við erum alltaf að horfa á þennan fjölda aukast, alveg sama hvað stjórnendur innan hús reyna að gera til þess að sporna við þessu. Og á sama tíma sagt að við séum bara að væla og tala kerfið niður og vegna þess að við séum á því þá vil enginn koma að vinna þarna, þetta sé bara út af okkar neikvæðni. Það séum við sem séum rótina þessum vanda með mönnun af því að við séum svo neikvæð gagnvart vinnustæðunum. Er ennþá verið að segja það? Það er ennþá verið að segja það, þetta kemur alltaf upp og maður er hvað eigum við að gera? Vill fólk að við þegjum þetta? Vill fólk bara ekki vita af þessu? Þetta er svo sérstakur málflutningur. Mér finnst það því að ný fórusta í Læknafélaginu og fleiri félögum. Mér finnst þess að það komið svona nýr tónn eins og þín kynslóð ætla ekki láta segja sér það að þegja eða tala öðruvísi. Heldur séu bara skildi ykkar að tala eins og ástandið raunverulega er. Því það er náttúrulega reyna leiðin til þess að verði breytingar. Við upplifum bara, eins og ég hef líka sagt áður, við upplifum bara að þetta sé svolítið að duga að drepast núna. Við höfum verið mjög meðverk. Við viljum ekki hvarta, við erum seinþreytt til vandræða, við viljum standa okkur og við teljum okkur vera sterk og með seglu og allt þetta svona bara eins og ég held að flestir vilji bara líta á sig. Þannig að við höfum verið mjög seinþreytt til vandræða, eldri kynslóðirnar hafa verið það, en við sjáum bara með áframhaldandi meðvirkni þá er þetta bara búið spil. Við verðum bara líka að hafa kjark til þess að leggja hana til hliðar, vegna þess að það þarf kjark til þess líka. Og ég er alveg sammálaður, ég finn mikinn meðbyr innan stjórnar Læknafélagsins, við tölum öll í takt, við komum allstaðar að úr kerfinu líka, utan höfuðborgarinnar, úr heilsugæslunni, þetta er allstaðar sama vandamálið, krísunar eru jafn slæmar allstaðar hvert sem maður lítur. En að þú segir að þið upplifið þetta sé að duga að drepast núna, þá hlýtur það að vera byggt á okkur tilfinningu að kerfið sé að hörna svo hratt að kannski ef það fer mikið neðar að þá getur það að falla á okkur stað og það er eiginlega ekki hægt að endurreisa það. Það er það sem maður hefur áhyggjur af og einmitt, þetta er náttúrulega hluti á þessari umræðu að við eigum bara að vera að þegja vegna þess að auðvitað verður atgerfisflótti af vinnustöðum og úr kerfi sem er komið á þennan stað og eftir því sem að hann eykst að þá verður náttúrulega mun erfiðara fyrir þá sem eftir eru í vinnu til þess að halda þessari skútu á floti. Og á einhverjum tímapunkti þá er það þeim ofviða. Við viljum ekki komast þangað og maður hefur óttast að við séum á leiðinni þangað nefnilega. Ég hef talað við hjúkrunarfræðinga og læknar sem hafa hætt á bráðadeildinni og líka fólk sem er þar. Þá upplifum maður það svo vel hvað þetta er alvarlegt. Því að á bakvið þegar fólk er að hætta þá er eiginlega svona persónulegt uppgjör gagnvart því að þú getur ekki sinnt starfinu eins og þú varst menntað til eins og þú vilt og þú hættir og aðri sjá eftir þér hætta af því að þú ert búin að missa trú á kerfinu. Þannig að þetta er eins og maður sé að hlusta á bara svona niðurbrot kerfis á öllum sviðum bara svona metnaður, tilfinning og bara samstaða fólksins að það sé svona menningarlegt hrun inn í þessu kerfi. Og líka hversu mikið áttu að ganga á sjálfan þig, þú veist, að því þú ert að reyna að færa fórnir, þú veist, út frá almannaheill, en ég velti að því að sjúkrarlegar það eru, samkvæmt síðustu könnun eru 50% sem hafa
hugsa sér að hætta og þriðjungur bara á næstu 12 mánuðum sem þýðir að fólk er svona komið býsna nálægt ákvörðunartökunni. Mér finnst þess að það hafi verið hærri tölurnar en hjúkrunarfræðingum og þið voru með eitthvað svipað, ekki? Við erum með svipað læknar og það eru þriðjungur sem hugsa það í hverja einustu viku að skipta starfsvettvang eða gera eitthvað allt annað. Og við erum að missa lækna bara alveg út úr fæinu bara alla leið, bara í eitthvað eins og ég segi allt annað sem auðvitað mikið tap þegar fólk búið að leggja þessi ári að sérmennta sig. Við þurfum á þeirra starfskröftum að halda í fæinu sem það búið að sérmennta sig í. Þannig að missa það yfir eitthvað allt annað þetta mikið tap fyrir samfélagið. En við erum að horfa upp á það líka í auknumæli. Það var bara valla til dæmum það hérna áður fyrr að menn breyttu og hesti meira á eins og maður segir. Og eru skýrmerki að kerfið umverulega svona hrynja, falla saman? Já, og mér fannst merkilegt ég fór hérna hringinn í kringum landi í maí og hitti lækna bara út allt og þá sér maður það var ákveðin stórhugur í okkur gagnvart heilbrigðiskerfinu á einhverjum tímapunkti. Maður horfir á þessar flottu heilsugæslur, flottu sjúkrahús utan höfuðborgar. Þetta náttúrulega allt orðið gamalt í dag. Það verður ekki bara kvenfölu og nunnur og alls konar samfélagi. Mjög mikið þannig og talandi það og talandi barnaspítalar Jónas frá Hriflu verði nú að skjóta inn. Barnaspítalar Hringsins og Hringskonurnar. En uppbygging fjórðungssjúkrahúsanna bara aðgerð ríkisvaldsins að byggja upp samfélag út á landi þar sem að grundvöldurinn að þú hefur aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Akkurat, og fólk var svo stórhuga og þetta fólk sem byggði þetta allt upp, það orðið aldrað í dag og hvað erum við að gera fyrir það? Við hvaða veruleika býr þetta fólk sem tók þessi stóru skref? Og ég held að ég sé að fara rétt með að barnaspítalar Hringsins sé síðasta svona nýbyggingin fyrir legudeildir á Íslandi. 2003, fyrir 20 árum, allt hitt eldra. Svo erum við að horfa á allir þessu uppbyggingu, við erum að horfa á allir þessu hótel og banka, þetta bara flýgur upp. En hvar aðstæðan fyrir okkar veikasta fólk? Og fyrir okkur þegar við þurfum mest á góðum aðbúnað að halda. Þetta allt að hrynja, þetta allt í eldgömlu húsnæði. Ég var að vinna mikið á Vífilsstöðum, ég öldrunarlæknir. Þetta næstu eins og svona eftir heimsendastemningarnir kringum Vífilsstaði, ef þið hafi komið þangað. Þetta eru gömul hús að hruni komin full af drasli, búið að negla fyrir gluggana þarna allt í kringum gamla spítalan. Það þarna skýli fyrir berklasjúklinga sem eins og það hefur orðið fyrir sprengjuárás. Þetta algjörlega vanrækt. Ég veit ekkert hvað verður núna, Landspítalan ekki að reka þetta lengur, en þetta alveg agalegt ástand og þetta var eitthvað sem við buðum okkar elsta fólki alveg frá 2013. Þetta átti að vera bráðabirgðaúrræði til hálfs árs, en ennþá gríðarlega þörf á vegna þess að við erum ekki að byggja upp önnur úrræði. Næstu því nógu hratt. Þetta talar svo skýrt. Þú getur sagt alls konar hlutum að þessi til nógu peningar, en svo horfir maður í kringu sig. Maður bara horfir á raunveruleika sem blasir við mann og þetta bara fer engan veginn saman. Ég einmitt alltaf að bíða eftir því að einhver fari, bara með myndavél inn og taki, og bara slá upp þessari mynd af mismunandi húsnæði. Nútíma skrifstofuhúsnæði sem að flestir, og sérstaklega nýttu COVID til þess að einhvern veginn endurgera að uppfæra og bara versus þessi kerfi öll, hvort sem það skólastofa eða heilbrigðisþjónusta eða annað. Ríkið var að kaupa 9 milljarða skrifstofuhúsnæði fyrir utanríkisráðuneytið. Já. Og hvar spítalinn okkar? Ég meina, hvenær kemur hann? Ég veit að Eggert að hluta til gafst upp á bráðamóttökunni af því að hann heyrði að það væri enn einu sinni búið að fresta því að þetta húsnæði yrði tekið í notkun. Við erum búin að halda í þessa líflínu, ég veit ekki hvað lengi, þó hún sé valla einu svona að fara að fjölga legurímunum, bara við fáum aðeins betri aðstöð og hvað þá fyrir einmitt bráðamóttökuna. En þetta bara einhver draumsýn sem við erum alltaf, hún alltaf að hlaupa undan okkur, Það er líka annar þráður í þessu, eins og þú varst að nefna, ég meina hver ætlar að sjá gamla fólki, það munum þetta lenda með einstefnu til á konum í ólaunuðum störfum, þannig að þetta kjaratengdur þáttur, hvernig heilbrigðisþjónusta ætlar að bjóða upp á, hvernig ætlar að sjá eldra fólkið og börnin, og mér finnst oft eins og það vanti inn þess að heildarmynd í umræðuna að því að við finnum það mjög sterkt að samtök atvinnurekenda vilja ekki hækka skatta hérna, sem það sem þarf að gera, að breiðubökin þurfa að greiða meira til samfélagsins, þannig að það sé hægt að byggja þetta upp bara frá grunni að einhver leiti til og þá svona minnkar þrýstingurinn á launahækkanir á móti, því þetta hefur áhrif á framfærslu fólks. Herðu,
Hann frammi, hann Ásgeir Brynjar Þórðarsson, hann hefur fylgst með efnahagsmálum út allan heim og að sömuleyti þessi átök á milli vilja almennings að hafa góð kerfi og traustkerfi og almenningur vill hafa þetta svona, en það einhver öfl sem á móti og þú nefnir að vilja hækka skatt og eitthvað leira, þannig að sömuleyti þetta alþjóðlegt vandamál. Ég nefndi Bretland og svona, en það glímt við þetta ólíkt í öðrum löndum og ég má ekki bjóða honum að koma hérna með okkur og taka smá yfirferð á því. Þannig að ég segi það bara augnablik, sjáumst eftir augnablik.